Góðan daginn, þá erum við núna á leiðinni út. Við erum að fara að kíkja á Slakka dýragarðinn. Við ætlum að vonast til að Baltasar og Benjamin sofi á leiðinni uppbyttir, eða niðurbyttir, eða hvernig sem maður orða það. Og skulum nota nýja bílinn, eða svona nýja lánsbílinn sem verður bráðum okkar nýji bíl. Það er vonandi. Það er vonandi. Herru, þá erum við komin hérna fyrir utan Slakka. Við erum að fara að kíkja á dýrin. Baltasar er rosa spenntur. Þetta er hérna inni. Hvað er? Það er hérna inni eru fullt af krákum að leika sig í ykkur gólfi og ykkur. Já, ég er með pening. Þannig að tjekkum á þessu. Góðan daginn. Hvað eru tveir fullorðnir og... Já. Þetta er einn karla. Sjáðu. Hérna. Þetta er hrættur. Sér hvað er sætur. Ég er sjónstæð. Vá. Þetta er bílnum. Baltasar. Hello. Passa på þetta. Já. Ég held að þetta sé eitthvað pálabókur bara. Þetta er sniðugt. Já. Njá. En já, við erum komin hérna í Slakka. Og þetta er næst. Já. Þetta er alveg, ég verði eiginlega viðurkenna, það er mikið skemmtilega að koma hingað fyrir en húsdýragarðinn. Eða, já, erum við refi hérna. Ég verði að viðurkenna að það er ekkert rosalega góð lykt hérna. Sjáðu þið? Já. Það er ekki góð lykt af þeim. Það er sniðugir. Já, glegglega. Þarna? Vá. Það eru fótboltastrákur. Það er að spila með káar, sko. Það er gaman. Já, þessi er róleg gott. Allt í lagi. Nei. Það er að segja Gæt. Já, það komið. Það er náttúrulega að þorði þessu. Já. Takk fyrir að lega okkur þetta. Það er að koma. Wow. Svipurinn á það bara. Aftur. Þetta er ekkert merkilegt. Ég er að koma. Pabbi. Já. Þá er vist okkar hér með dýrunum búinn hér á Slakka. Baltasar er kominn í sæti. Við erum að vinna í því að setja Benjamin niður. Ég er búinn að setja Garmin-tækið, GPS-ið á stað og höldum áfram þessum yndisfagra beautiful degi. Ég vona svo sannarlega að dagurinn þinn sé jafn fallegur og yndislegur og frábær og dagurinn hjá okkur fallegu fjölskyldinu minni. Sjáu þið nú hvað kona mín er falleg. Maður er svolítið heppinn, sko. Maður er heppinn að eiga svona fallega konu, sko. Ég veit. Maður með þitt útlit. Já, sem betur fer þarftu glerugu og ert ekki með þau akkurat núna. Þá erum við komin heim. Baltasar, hvernig gera? Við fylla vatnið. Hvað er mamma að gera?
Mamma auðvitað setti tappa á. Já, hann var átt sjálfur. Já. Já. Vá. Herru, þá Anita farin út eitthvað út að borða. Veit eiginlega ekki hvað í gangi. Allavega, hún allavega eitthvað út að borða. Benjamin. Benjamin sofnaður og Baltasar eitthvað að leika sér. Haldi. Já, þannig að við erum bara svona já, við erum svona basically bara að hafa það notalegt, sko. Tala við ykkur sem. Jæja, herru, nú komum við að þeim hluta sem tengist bílnum sem við erum búin að vera með. Ja, herru, nú er komið tími á að fara yfir bílinn sem við fengum lánaðan sem við erum að fara að fá í ágúst. Ástæðan fyrir að ég fekk hann lánaðan var að ég vildi fá að prófa hvort að bíllinn hendi okkur. Það er víst ekkert mál að fá bíl lánaðan sem sagt laugardag, sunnudag og eða laugardagskvöldið, sunnudag og sem sagt þá skilum við honum á mánudaginn á morgun. Sölumaðurinn í BL, Hörður, ég mæli með honum, talaði við hann er æðislegur, hann er frábær og hann er mjög kurteis, flottur kall, flottur strákur. Allavega, börsi fyrir honum. Þetta er Nissan Qashqai sem við endum með að panta og ástæðan fyrir að ég fæ hann ekki fyrir í ágúst er að þeir eigi ekki litin sem ég langar í og það er nýtt facelift eða svona hann lítur aðeins öðruvísi út en þessi bíl sem við erum á en það sömu fítusar eru svo sem eru eiginlega ennþá í bílnum. Glerþakið, það er basically ef það er rigning og þá býst ég við því að það heyrist aðeins hátt í glerþakinu. Það er bara það sem fylgir því að vera með glerþak. Það er takki, veit ekki hvort það er sjá eða það er takki hérna. Ef við ýtið á hann þá lokast sjálfkrafa sem sagt þakið. Þá kemur svona efni bla bla eitthvað og lokar þakinu. Þá er basically bíllinn orðinn eins og bara með venjulegu þaki. En út af því að gott veður þá vill ég hafa glerþaki. Það er skemmtilega að það verður bjartar í bílnum. Ég tók eftir því við kíktum hérna eins og við tókum eftir þá kíktum við aðeins út á land, fórum hann að slakka og strákurinn minn fannst ótrúlega gaman að geta séð sem sagt upp líka. Það finnst mér að vera kostur. Í bílnum líka, ef þið nennið ekki að horfa á þetta, skipið þið þá bara, það er ekkert mál. En allavega, já, það er hann er sjálfskiptur, eins og við sjáum, nú á skjánum hérna, eins og við sjáum, hann er sjálfskiptur. Í útvarpinu er, sem sagt, í Nissan bílunum, ég veit með möstu, ég er bilaði möstukall, ég hef alltaf viljað möstu. Ég hef ekki séð sólina fyrir möstu, en sko möstu jeppin sem er CX-5, allavega jeppin, ég er ekki að tala litla bílinn, litla jeppan þeirra, heldur jeppan þeirra. Hann er töluvert dýrari en þessi og hefur ekki alveg sömu fítusa. Ég líti á þannig að ég fæ meira fyrir peningin kaupa Qashqain frekar en möstuna. Þetta er mér finnst þetta skrítið að vera að svíkja lit en þú veist, það er bara þannig, ég vil bara fá meira fyrir peningin. Já, það sem er í bílnum er sem sagt mappið og ítir á mapp þá sérðu sem sagt
hvað er þetta, Garmin, GPS. Þá ertu komið með GPS í bílunum og það virkar mjög vel. Ég er búinn að vera að prófa það og ég er ótrúlega ánægður með það. Burtséð frá því, það eru þetta bara basically útvarp, navigation og það sem konan fór á honum niður í bæ áðan og hérna, já, fór og fekk sér sushi eða eitthvað og hún fór með bílinn, keyrði niður í bæ og hún lagði bílastæði sem hún hefur venjulega ekki farið í út af því að það sem er í bílnum er sem sagt myndavél, sem sagt það er bakmyndavél og svo sérðu sem sagt overview on á bílinn. Þannig að sem sagt vinnubíllinn minn sem ég er, hann er þarna, þannig að hún sér hann og það er bretti hérna fyrir aftan. Þetta er myndavélina framan. Okkur sé ég hana. Já, svo ef ég íta aftur á kamera þá get ég séð, ef ég veit ekki hvort að ég sé á milli lína eða hvort að línan sé nógu nálægt, þá get ég séð það. Og þetta er sem sagt farþegamegin. Og þannig að þegar þú bakkar þá hjálpa þér að bakka. Þetta er bara svona venjulegur fítusar sem er í svona venjulegum nýjum bílum en þetta er ekki í möstunni. Ef þessi fítus er til í möstunni þá er það í dýru stöðu, þá er bíllinn orðinn fuck-ass dýr fyrir Gjöðu Brynborg, en það er bara þannig. Stýrið, það er basically bara, þú veist, hérna, cruise control, svo ertu með limit, þannig að, þú veist, ef þú setur lim á hann, þá basically er það þannig að, sem sagt, þá segirðu bara að alveg sama hvað ég stíg þétta á bensíngjöfuna, þá fer hann ekki hraðar en 80, 90, 100, þú veist, það sem þú stillir hann á. Ég sé ekki tilganginn með að hafa limitið út af því að, þú veist, þú ert kannski búin að stilla, svo drepur á hann, þá núlast bíllinn og þá þarftu að gera þetta aftur, skilurðu. Þetta væri sniðugt, segjum að Baltasar, út af hann er eldri, að hann sé að fara að fá bílpróf, þá gæti ég stillt bara bílinn þannig að hann fer ekki hraðar en þetta, fattarðu. En hann á örugglega eftir, ef það verður þannig fítus, þá á hann örugglega eftir að vera búinn að læra hvernig á að slökkva því. Það skiptir ekki máli. Það sem er líka í honum, sem ég finnst fucking tough, mér finnst þetta bara brilliant, er að ef þið horfið á mælaborðið, nú ætlum ég að zooma, þið sjáu að klukkan er 21:50, fyrir neðan að það vinstra megin, sem sagt, hérna megin, þetta merki basically þýðir það að ef hann nemur alveg sama á hvaða hraða þú ert, ég allavega heyrði þetta nokkru sinnum, ekki nokkru sinnum, en ég varð við þetta, er að ef hann nemur að bíllinn fyrir fram að þig, er að hægja óvenjulega mikið eða hratt á sér, segjum að hann sé að bremsa en þú ert ekki að bremsa, þá pípir bíllinn, þá lætur hann vita, bara heyrðu, bíllinn fyrir fram að þig eða eitthvað fyrir fram að þig er að koma. Ég veit ekki hvort að hann stoppar bílinn, eða veit ekki alveg hvernig það er, en hann allavega lætur vita ef eitthvað snöggt fyrir fram að þig birtist. Og þetta fucking virkar, sko. Og merkið sem var hliðin á því, það sem er svona bíll og svo eru svona rendur sikur megin við hann. Þú getur, ég veit ekki hvort þú getur slökkt á hinu, en þetta hérna með röndunum er basically ef segjum að göturnar séu vel merktar, göturnar, sem sagt rendurnar á götunum og þú ert að keyra og bíllinn fer svona eins og hann sé að fara yfir á hinn helminginn, þá pípur hann og lætur þau vita, heyrðu, þú ert að fara af þínum vegi. Þetta virkar ef þú notar stefnuljós, þá hunsar bíllinn það þú setur skipt akrinn. Þetta er fucking tough. Þetta er mjög tough og mjög góður fítus. Ég set like á þennan fítus. Það sem er annað, við erum auðvitað með tvo barnastóla. Við erum með stóran fyrir Baltasar og svo erum við með svona lítinn stól fyrir Benjamin. Hann virkar, fyrst þegar ég horfði inn í bílinn þá hugsaði ég fuck. Þú veist, ég þarf að vera með stýrið sætið fáránlega nálægt stýrinu, bara svo að barnasætið hans Baltasars
sé fyrir aftan mig, út af við viljum hafa sko að Baltasar sé fyrir aftan mig og Benjamin er fyrir aftan farþegann. Þannig að ef Anita er hérna þá getur hún fylgst með honum, skilurðu. Ég fann ekki fyrir þessu. Það er nóg pláss aftur í. Ég get verið eins og ég vill. Þú veist, ég er ekki fyrir ykkur sem eru stórir eða stórar og þurfið eitthvað pláss, þá er þetta lítill bíll fyrir ykkur. Að mér finnst. Hann er fullkominn svona fyrstuleiti svona, já. Eina sem ég hef að segja er skottið. Ég skal sýna ykkur skottið. Skottið er basically þannig að ég bara opna skottið. Það er ekkert rosalega stórt. Það er ekkert rosalega stórt. En þið getið tekið hérna upp og þá var hann aðeins dýpri. Ekkert mikið en aðeins. Við getum ekki sett 2 vagna í bílinn. Galli, já, smá, en ekki það, þú veist, við náum að vera með 1 vagn og litla kerru, svona stroller fyrir, ég held að þetta heitir stroller, fyrir hérna Baltasar. En þetta er eini galli við hennar bíl. Þakið lítur svona út, þetta er auðvitað gler. Myndavélinn á hliðunum, ég er búinn að skoða hann geðað lengi hvar þessi blessaða myndavél er. Ef þú horfir á speilinn, það er hérna. Þetta er sem sagt myndavélina framan. Ég er ótrúlega ánægður með þennan bíl, mér finnst það virkilega fallegur. Faceliftið á honum er ótrúlega fallegt. Það eru nemar hérna framan á honum. Veit ekki hvort að, jú hérna. Þannig að sem sagt, það eru nemandi sem eru held ég að nema eitthvað stoppa fyrir framan þig og þá hægir hann á sér. Hérna er eitthvað með nemadót líka og hérna. Þegar, ég ætla að athuga hvort að, ég ætla að tjekka hennu, athuga hvort ég nái því. Sáðu þetta? Þetta var fucking tough. Þetta er sem sagt fítus í bílnum líka. Ég er kannski svolítið barnalegur. Mér finnst þetta mjög tough. Veitu hvað er að gerast hérna, veitu? Já, ég er kannski rosa barnalegur. Mér finnst þetta tough. Þegar þú setur rúðuþurrkurnar á og ætlar að nota rúðupissið, þá kemur þessi gaur úr stöðrunum og skvettir á framljósin hjá okkur. Hann er hálfleðraður, típan sem við erum að fara að taka, sem þýðir basically það að miðjan er tau og það er leður á hliðunum og leður hérna svona dót. Ég er flottur sölumaður maður og sound system er drullu gott. Það er rosalega gott að keyra hann, sætin eru fucking mjúk. Já, annars er þetta bara venjulegur bíl. Þannig séð, sko. Þannig að ég er rosa skotinn í þessu bíl og ég hlakka til að hann komi í ágúst. Veit ekki hvenær í ágúst hann kemur. Þið getið googlað þennan bíl og séð hvernig nýja bodyið lítur út. Þá er það bara Nissan Qashqai 2018. Þú farið svo í myndir inn á Google og þá sjáu þið nýja bodyið á bílnum. Þó að sé ekki komið 2018 þá þurfum við samt að skrifa 2018 til að sjá bodyið sem er að fara að koma núna hjá þeim. Þessi bíl með glerþaki, hálfleðraður, með bakmyndavél, með öllu þessu drasli, fattarðu, er á 4,5. Segjum 4,6, þá er ég búinn að seifa sjálfa mig. Mér finnst þetta ekki mikill peningur fyrir jeppling. Sko, ástæðan fyrir að við ætlum að selja möstuna er aðalega út af því að hann er of lítill. Ég er ekki að fara að selja hann út af hann er drasl og hann er gamall og hann er að bila og eitthvað þannig. Bursið frá því. Hann er bara ekki hagstæður fyrir okkur núna.
Hann var æðislegur þegar ég og Anita vorum bara 2 og hann var fínn, skilur, hann virkaði þegar Baltasar var kominn, fattarðu, þá var, þú veist, hann nógu stór fyrir það, fyrir 1 barn, en þegar það eru komið 2 börn og það fylgir auðvitað allt þetta drasl sem fylgir börnum og þið barnafólk ætti alveg að vita það, þá þarftu aðeins stærri bíl, það er bara þannig. Nú er ég svona basically svona pínlítið búin að útskýra hvað er í bílnum, hvernig hann lítur út. Ég ætla að fara aðeins fallegri stað og ég ætla að taka upp hringinn á honum. Handbremsan líka í þessum, það er ekki svona handbremsa eins og trekkjuru. Það er svona takki, svona, hérna, upp, herðuru, þá er bremsa komin. Handbremsan, ef þú ýtir á bremsu og niður þá ertu búin að leysa. Stupid simple, ógeðslega auðvelt, mega nice. Það er kaffihittari í honum líka, ég er að sjá það núna. Þannig að fyrir ykkur sem viljið hafa kaffihittara, kakóhittara, þið ættu að vera ánægð með það. Það er millistokkur hérna og það er basically bara eitthvað svona smá klinkdrasl hérna og það sem er hérna inni, eins og sjáu hérna megin, þá er bæði augs, sem að ekki, augstæki, augs input og ef þið eru með HDMI snúr, nei ekki HDMI, heldur svona drasl til að hlaða síma, ef þið eru með, þú veist, tónlist af kubb, þá getið þið sett kubbinn þarna og hann streamar tónlistinni þannig. Það er Bluetooth í honum líka. Það er eitthvað eitt annað sem langaði að segja ykkur, ég bara man ekki nákvæmlega hvað er, ég skal kannski segja ykkur það eftir. Ég ætla að fara að drulla mér úr vinnunni, ég þurfti basically ástæðan fyrir ég er upp í vinnu núna, það er sunnudagur, er að ég þurfti að ná í þennan barnastól út af því að ég er auðvitað að fara að skila bílnum á morgun og ég þarf að keyra Baltasar til dagmömmu á morgun og ég ætla að nota þennan bíl og svo get ég, út af þetta er stóllinn sem ég nota í vinnubílum mínum. Veit ekki á hverju ég er að segja ykkur þetta, en allavega. Endilega, ef þið hafið einhverjar spurningar, hendið á mig línu, ef ekki, ég ætla aðeins að reyfa með það, þannig að ég öskriði ekki á mig að ég sé að keyra og vídeoblogga í leiðinni. Já, ef þið hafið einhverjar spurningar, þið megið alveg spura mig, þið megið kommenta þetta fyrir neðan, eða ég mæli líka bara sterklega með því að þið fara niður í BL. Biðjum sölumann sem heitir Hörður, þegar ég er með nafnspjaldið hjá honum. Hann heitir Hörður Þór Harðarsson og hann lítur svona út. Talið við hann er ótrúlega flottur sölumaður. Ég held að hann sé að halda þið saman og veit ekki neitt, en ég held samt að hann sé svona yfir, hann stjórnar einhverju, held ég er ekki viss. Þið finnið hann bara, hann er í Nissan hlutanum og hann er ótrúlega flottur. Ég mæli með honum frekar en hinum krökkunum. Fyrirgefðu ef það er einhver sem er að vinna þarna, Hörður hann er minn maður. Ég ætla að fara að koma mér á okkur fallegan stað og ég nenni ekki að skóla bílnum aftur. Ég fékk reynda bílinn, þegar ég fékk bílinn í gær, á laugardegi, já, gær, þá var hann pínlítið skítur. Þú veist, það er bara pikki í ég. Þannig að ég fór og skólaði af honum, þreif hann, bara þannig að ég fengi meira svona að njóta og líka bara, það er einhvern veginn við það að þrífa bíl, þá sérðu miklu meira dítilina og sérðu svona, eða þú ert eitthvað mikið að pæli. Já, sé ykkur þetta smá.
herru, nú ég komin heim. Baltasar farin að sofa. Vá, ég sést ekki einu sinni. Það var svo mikið myrkur inni. Ja, herru, ég er komin heim, klukkan er allt og margt. Baltasar og Benjamín mín eru farin að sofa. Ég á eftir að klippa þetta. Anita er að undirbúa vikuna, eða mánuðinn. Hvað? Já, ég sýndi þetta ekki. Og já, ég ætla bara að enda þetta í dag, bara taka aðeinslega fyrir árið, mundið út frábært, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst vonandi á morgun, takk fyrir mig, bye bye.